Taka 2. Gengur. Baráttan brýnnar hafin og baráttan bestu fréttina hafin. Já, meiri segja að lífsbaráttan öllu því sem henni tilheyrir ekkert samanborið við þetta. Hérna stend ég og get ekki annað tilbúin að hoppa upp í bílinn sem í gangi hérna eins og þið heyrið. Já, þetta ekkert grín. Þetta fúlasta alvara, enda svoleiðis jöklafílan alltaf drepa hérna og hlaupið ekki langt undan. Og ég get sagt ykkur það, ég búinn að rekna það út að ég ekki nema halva mínútu að hlaupa upp í bílinn og 2 mínútur að koma mér að sandinum. Því að þegar hlaupið brestur á, þá það ekkert elsku mamma sko. Þá það bara run for your life if you can little girl dæmi sko. Já, þegar hlaupið kemur, þá bara kemur það svoleiðis með sjóðandi rjúkandi kvelli að það ekki Þetta ekki gos! Hann fær þó ekki hlaup. Fögur vor fósturjörn, verð ekki að horfa svona alltaf á mig. Ágresið gríða, nautu væna. Shihetta hói, ljósið flæði lífsins hjörtu við fyrsta hanakar. Svo kjær og hjarta bundi. Ljós í þúsund ár, eitt eilífðar ljós í þúsund ár. Hættu þessu flauti. Bara að teikna. Punktur, komma, strik. Þetta hann Óli Prikk. Haus, mægi, hendur, fætur. Hann Óli ekki sætur. Fingur, eyru, háls og hár. Forseti og kóngur. Ég sem á að vera forseti. Það ég sem á að vera forseti. Það ég. Hann dauður. Aftur komið kvöldinu minn. Haldur betur. Og allan daginn að slíta þér. Bara honum lekur út allt. En nú þarf ekki lengur að leka. Nú? Nei, vegna þess að ég get boðið upp á sjálfsnýtin. Ekki við sjá að til sjálfsnýtir. Nei, enda ertu búin að vera að snýta þig sjálfur frá barnæsku. Eyða tíma og orku í eitthvað sem þetta handhægðatæki mun eftirleiðið sjá fyrir utinu mín. Án nokkura fyrirhafnar af þinni hálfu. En æðis gengið. Hei, viltu prófa? Á ég? Já, ég stað til. Já, heyrðu, þú getur stilt tækið á 3 mismunandi vegu. Lítið hor, miðlungshor og mikið hor. Og mikið hor á við núna, það ekki? Já. Ok. Þá setjum við þetta á því. Þetta eitt handtak, svona bara. Og svo kveikjum við á græni, 1, 2, 3. Tenni. Tenni, hvernig líður? Vá, þetta frábært. Já. Æðis gengið. Þetta bylting! Þetta undratæki verður komið inn á hvert íslenskt heimili áður en lætur liður. Því hvar meira hor en einmitt þar. Og hver einastu aumingi þarf ekki lengur að vera með hor. Nei, jafnvel ekki aumingi eins og þú denni minn. Nei, bara... En hef ég efna á þessu? Hefur efna á því að vera með horið lafandi úr nefn allan daginn? Hef ég það? Nei! Þú ræðir auðvitað þetta verð. Ég býð sjálfsnýtin á aðeins 9.999. Nú, þetta næstu í gefins. Nei, ekki alveg. En það annað sem fæst gefins. Og það þetta. Þessir vistvænu plastbókar fylgja með. Þarna safnast hórið í, síðan setur lítið af fræjum út í þá. Og áður langt í líður ertu komið með... Hormóna. Titti. Já, Og nú reynum við einu sinni enn á öllum lífsins sálarkröftum og saman nú.
Nei, hann vill bara ekki koma. Hvað eigum við að gera? Á! Býta aðeins. Já, halló? Heyrðu, hvað ert að spá? Jú, þetta er sómafólk. Hún er kennari. Já. Hvað gerir þú? Ég er líka Ég rek pizzustað. Ha? Já, pappiðin rekur pizzastað. Já. Er það ekki fínt? Á, allt í lagi, þá sjáumst við. Já, bless. Hann er alveg að koma. Ok. Ói, já. GSM, þegar þú þarft að ná í fólk. Íslendingar hafa staðið sig alveg frábærlega vel á ólympíuleikum fyllibitna í borginni af Blanda í Bandaríkjunum. Nú, og hér kemur íslenski keppendur í mark. Já, og hann er á nýju heimsmetu 24 mínútur og 32 sekúndur. Gull á ólympíuleikum. Hvernig er tilfinningin? Hvernig líður þér? Ertu ekki sigur vímu? Vímu? Já. Herðu, það er aldrei sé. Ekki að segja það ég aðeins var að smakka. Já, og varstu búinn að drekka mikið? Segðu mér eitt brúna elskum kallinn minn. Já. Hvernig fór þetta þar? Þú vannst! Vann ég? Já. Það getur nú ekki verið, ég hef aldrei gert handtak á auðvinni. Já, nei, þú sigraðir. Sigraði? Já. Það getur nú bara heldur sem verið, sko, ég aldrei... Hvar er markið? Það er hérna. Við erum 13 markið, er þetta fyrst mark? Segðu mér hérna, hvernig er gengið á markinu? Nú má ég ekki tefja lengur kallum, ég finnast upp og svona, nú þarf ég að fara að hlusta á verðlauninu og taka á móti þjóðsögnum. Já. Og þar með er ég rokinn. Og þar með er hann rokinn. Framögna verður skúma sóttum, mér skelfumst morgunblaðið ein. Nú þörrum tárum hvörfum hóttum, rísum upp og segjum nei. Þessir vokka komar meira ekki, bara oss í búa nóg. Við brjálumst allir brjótum lekki, boðið er oss núna nóg. Íslenskt aðgátt og frelsis, eilíft heil varnarstríð. Þeir heimta á oss frelsi, en panta plebba líf. Allur gróðinn er okkar, ekkert greiðum við gjald. Því auðvaldið okkar er Íslands eina vald. Að sögn lögreglu hefur Geirmundur ekki fundist ennþá. Og málið því enn óupplýst. Við snúum okkur þá að Skeiðarársandi. Nei. Við skiptum þá yfir á Eggert Skúlason sem er staddur... Djö. Að sögn Jóns Baldvins þá, ásakið, að sögn Jóns Ófalssonar sem... Djö. Stjórnarform hans íslenska Djö. Ég fór í bæinn í dag. Keypti enska boltann og 2 handboltafélög. Svo fór ég í búð, keypti hana. 2 aðrar. Svona er Ísland í dag. Ég á það. Já, góðan daginn. Er þetta símanum? Heyrðu, já, ég ætla að fara að skipta símanúmer. Já, þannig er nefnilega mál með vexti að ég er með svo ógeðslega ljótt símanúmer og það nennir enginn að hringja í mig. Ha, viltu fá að heyra? Nei, ég held þú viljir ekki fá að heyra það, svo ógeðslega ljótt. Jæja, heyrðu, það er 553. Það er allt í lagi, sko, það eru margir með það. En svo kemur 6, 9,
7 og 3. Þú pæla, þetta er ekki ógeðslegt. Hei, hefurðu fréttina um bóndana það fyrir norðan? Nei. Ekki? Nei. Vá, þú fylgist ekkert með maður, það var hrikalegt maður. Já, bara hrikalegt maður. Hvað? Það er bara svo ógeðslegt maður, ég get ekki sagt frá því maður. Nei, svona, aldis út maður, talaði í mig. Ok, það er gæinn bóndina fyrir norðan. Já. Sunnundarsgöngu með kettlingur í maður. Já. Já, og veist, bara eins og fýtt maður maður. Já. Og hvað? Já, og veist nema, þau náðu rétt. Nei. Jú, og hvað? Og kallið maður. Já. Hann drap hann maður. Drap hann refinn? Já, bara drap hann snara hann eitthvað og bara drap hann maður. Þetta er út á landi lið maður. Já, þetta er reginhneyksli. Já, þetta er reginhneyksli maður. Já, Gautum að skrifa þetta í blöðinu eitthvað? Já, ég skrifa í sjónvarpið. Já, ég skrifa þetta í sjónvarpið. Hann sagði það ráðunauturinn að strútseldi væri ekki hagkvæmt og ráðlagði mig eindrið að fara út í fílaeldi. En það er ekkert smáraðið sem af þessu kemur. Það er 20 tonn af kjöti og 30-40 fermetra af skinnum. Þið sjáu þetta er bóleggjandi. Já, svo ekkert allir sem fíla kjöti, þá bara þetta markasetja það. Já. Svo sagði reynda maðurinn að aðalnýtin að vera að hafa þegar kvikindin byrja að verpa. Já. Svo sagði hann að það getur flogið. Því hefur hann logið. Nefnum það var áttu Dumbo. Svo sagði maðurinn að það ætti að salta 20-30 stykk í tunnu. Það var Ég ætla að vona að ég hafði ekki miskindi helvíti. Framsemi er undanfarið tortimingar og oflæti veit á fall. Því spyr ég þig, Sigur Sveinn Jónsson, vilt þú... Hvað er að gerast þetta? Það er verið að gifta, við komumst ekki inn, það var lok og læst. Það á líka að vera lok og læst, þetta er mín kirkja. Það má nú deilum það. Söfnuðurinn minn á þessa kirkju og þess vegna er þetta mín kirkja en ekki þín. Já, en þetta góða fólk leitaði til mín. Engan munnsöfnuð, þetta er minn söfnuður. Við skulum reyna að halda friðinn í öllum bænum. Það kemur ekki til greina, ég fer með þetta beint í biskupinn og formanninn. Ó, nei, séra Magnús, ekki fara að blanda þig með þetta mál. Við skulum ekki fara að gera þetta flókið. Það er þú bara við. Já, viltu lána mig kragan? Já, vel. Fyrir, hvað, er þetta eitthvað nýtt? Þetta er ný típa, já. Hvað er krægt? Já, þetta er franskur rennilás. Franskur, já. Très bien. Ha? Það þýðir gott. Já. Nú, hvert varstu komin? Já, ég var komin hérna. Já, komin í... Vilt þú? Já, já. Vilt þú? Hvað er fólkið? Jæja, þér tókst að eyðileggja þetta hjónaband. Amen. Góðið þegiðu. Þegið sjálfur. Hvað er klukkan? Já, hvað er klukkan? Má það vera 2? Já, þá fara að skýra, gleymdi. Nú, eiga kragan. Já, takk fyrir. Kom inn. Nú, þú, já. Afsakið herra forsætisráðherra. Já, hvað? Fyrirgefið að ég trufla. Já, hvað? Það er best að ég komi þá bara beint að efninu. Já, eins og skot, komdu þess út í maður, og það strax. Ég ætlaði að athuga hvort forsætisráðherran ætlaði nokkur að fara fram. Hvað, ég er nýkominn á kaffi, ég hef ekkert að gera fram. Þér hafið sem sagt ekkert á móti því, herra forsætisráðherra, að ég fari þá fram. Nei, far þú bara fram og loka þetta við. Þakka yfir innilega fyrir kæri forsætisráðherra. Ég bý, yes. Hvað? Bless. Ég meina, hvaða rugl var þetta? Hvað átti maðurinn við? Hann átti við hvort þú ætlaðir í forsetaframboð. Já, það. Pétur, ég á bara að grínast, komdu aftur! Má ég koma heim núna? Nú já, það er bara svona. Nú, ef þú verður þæg.
Æ, svona að vera krati. Mamma á ekkert aukt sjá. Viltu koma aftur inn í flokkinn? Elsku Jóhanna, ég sakna þín. Allur stuðningur af þér hrokkinn. Árans kjósendur, þeir eru svín. Það sárt að svallum gamla drauma. Nú við sameinumst litla von. Æ, mér tekur sárt að sjá þig auma. Æð á milli flokka, lón og dón. Þorrin öll mín kyngj og kraftur, kratarósin hefur tapað lit. Sama rósin sprettur aldrei aftur, engan tilgang hafði allt mitt stríð. Það ömurlegt að vera krati, endalaust að stofna nýjan flokk. Íslensk pólitík allt í plati, einkum þar sem heitir vinstri blokk. Krókaþjálfarinn hjálpa þér að halda augunum lengur opnum, sjá betur út þær og síðast en ekki síst að sjá í gegnum svík og pretti. Ég var alltaf í vandræðum með að sjá í gegnum fólk og svoleiðis, sjá hlutina í réttu samhengi, en eftir aðeins 4 vikna þjálfun sé ég allt í nýju ljósi. Vá, ég verð að fá mér svona. Já, þetta er alveg rosalega sniðugt. Svo fer svo lítið fyrir þessu. Handtækt. Og kostar aðeins 9.999. Það er ekkert verð að þessu. Gott kvöld. Í kvöld ætlum við Guðni að vera óvenjulegur. Já, Anna, við ætlum að vera dálítið djörf. Einmitt Guðni, við ætlum að vera mjög unusual. Já, einmitt Anna, því við ætlum að segja áramótasköpun. Akkurat það sem ég ætla að fara að segja, Guðni. Já, ég er búinn að segja það, Anna. Já, Guðni, nú hefur þú séð skaupið. Já, Anna, ég er að vísu bara búinn að sjá hluta. Já, ég er líka bara búinn að sjá hluta því. Já, Anna, sástu atriðið með honum hérna Pétri Hafstein og honum hérna Davíð? Já, en þú, Guðni? Já, Anna, ég er búinn að sjá það. Hvernig fannst þér? Já, mér fannst það dálítið svona eins og... Já, Anna, ég sammálaði þarna. Það var dálítið svona óraunverulegt. Já, til dæmis fannst mér, Anna, fyrirgefðu Guðni, til dæmis fannst mér ekki rétt að láta Davíð vera með þessa kórónu. Ég meina það er orðið svolítið þreytt að láta hann vera með þessa kórónu. Það er orðið svolítið svona klísja, þú svona kliché. Já, einmitt Anna, sko, Bubbi Kongur og allt það. Ég er kannski svolítið þreytt, en mér fannst hún sleppa, sko. Sérstaklega því þau voru með að panna inn á hann og með þessi klósett og svona. En það var alveg greinilegt að kórónan, hún var ekki ekta. Þarna get ég verið sammála þér, Guðni. Kórónan var mjög ótrúverðug, eitthvað svo not real, skilur. Og hérna, svo höfðu Davíð svona fatlur, ég meina, maðurinn er ekki svona fatlur. Nei, jæja, Anna, ertu tilbúin að gefa stjörnu? Nei, ég ekki lofa áramótasköpun að klárast, Guðni. Jú, einmitt, exactly, sko. Ég meina það er fullt af númerum eftir. Já, ég er hérna með listu við númerin, sko. Hérna stendur 2 kvikmyndagagnrýnendur fjallum áramótasköpið. Fattum ekki... Já, það er við, ekki satt? Já, hlýtur að vera. Já, það er gaman að sjá það. Já, hvað kemur á eftir því, Guðni? Já, býtum við, þetta er nú alveg gersamlega óskilinlegt. Hérna stendur stór hamar kemur úr loftinu og lemur annan gagnrýnendan í hausinn. Nær þú þessu? Nei, það hlýtur að vera eitthvað mjög heimskulegt, Guðni, eins og þú. Ég er ekki sammálaður hann. Hann var sannkallaður athafnamaður og vildi ljúka því sem hann var byrjaður á hratt og vel. Hann þoldi ekki sinnlæti og orðagjálfur var eitur í hans beinum. Fyrirgefið því. Já, halló. Já, séra Sigvaldi hérna? Blessaður. Já, nei, það er nú vaninn að segja nokkur orðum þann. Já, ég skil, auðvitað, fyrirgefðu. Já, allt í lagi, bless. Ég bið að heilsa þeim sem ég þekki. Já, bless. Hann vill að við ljúkum þessu af í kvelli. Amen. Fyrirgefðu.
GSM þegar þú þarft að ná í fólk. Þetta er ekki spurning klukkutíma, þetta er ekki spurning mínútur, því hér getur allt farið að stað hvenær sem er, en ég við öllu búinn. Þessi fit hérna eru sérstaklega gerð fyrir hlaup. Nú og jakavörnin mun sjá við íshraflinu. Og þessi voldugi jeppi hérna er í gangi og landskunnur rallökumaður er undir stýri. Nú, þegar hlaupið brestur á, munu fylgja því gífurlega drunur, en leið mun ég gefa merki með þessari hlautu, svona. Svo ég mun hlaupa upp í bílinn og að... Heyrðu, hvað er þetta að gera, maður? Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Þú ættir að bíða til mér, maður! Dúddi! Dúddi! Ég líði, það er að bresta. Dúddi! Íslenskir karlmenn komust í feitt á árinu. Nýir skemmtistaðir spruttu upp og buðu sýningar á lostafullu lendadilli. Til þess að fullnægja þörfinni fyrir þessa nýlundu voru erlendar dansfreyjur fluttar inn í stórum stíl og mæltist það afar vel fyrir hjá karlmenninum. Svona sá maður nú ekki mínu ungdæmi. Þá sá maður ekki skúf nema á peysufötum. Já, ég kem nú aðra hinga bara til að hitta bara vinn og kunningi og svona spjalla saman og svoleiðis. Já, það er svolítið erfitt að standa svona allan tíman. Meiri háttar er flottar bíður, nei, rosa sjór. Sjór. Já, flottar píur, sagði ungi maðurinn, en það eru ekki allir jafn ánægðir. Og hér er til dæmis tvær ungar konur sem hafa ekkert verið allt og ánægðar síðastlina daga. Þetta fer sem sagt opbóðslega fyrir brjóstið á okkur. Já, mér finnst þetta alveg ömurlegt. Það er þessna sem við mótmælum allar. Allar? Þið eru nú ekki nema tvær. Heyrðu, við erum nú bara búin að vera hérna í 2 daga. Já, og þið viljið sem sagt láta loka staðnum. Loka, já, nei, við viljum alls ekki láta loka. Nú, veitu hverju eru þið þó að mótmæla? Innflutningnum með þetta, maður. Ég meina, það er bara erlent kvenfólk sem fara að tróða hérna upp. Já, hvers eru við að gjalda? Ég meina, ég er mjög ánægð með líkamann á mér og akkur ætti ekki fleira að fá að njóta hans. Ég hef til dæmis ekkert að skammast mér fyrir. Skammast þú þín eitthvað fyrir mig? Nei, mér er svo flott. Takk. Vilt þú fá að sjá? Nei, takk. Þetta er list! Á ég að fara fram? Nei, er einhver kominn fram? Nei. Ætlar þú fram? Gettu betur. Jón bróðurinn. Og gettu betur. Ætlar þú fram? Nei, ég er bara að fara á klósettið. Ætlar þú fram? Nei, ég ætlaði bara líka á klósettið. Já, það segir til sín eðlið, ha? Ég ætla sko aldrei að vera með þér. Sam er mér. Ólafur fer með veggjum fram, fólk hillir hann sig stillir hann. En löngun sér í hjarta fann þar rauður loginn brann. Líðan fengi byrinn ef hann byði sig, líðan fengi byrinn ef hann byði sig fram. Ólafur Þór Ólafsson, rithöfundur, var í dag kosinn forseti Bandaríkjanna. Segðu mér, Ólafur, hvernig leggst starfið í þig? Jú, ég held að þetta gæti nú orðið sæmilega áhugavert. Mér telst til að ég ráði þarna yfir 220 miljón manns. 200? Þetta er þá fullt starf hjá þér, Ólafur? Jú, nei, alls ekki. Ég lít meira á þetta sem bara svona tímabundi verkefni, eins konar hlutastarf. Ég mun áfram hafa minn tíma til að skrifa. Er þetta hjá jafnréttisráði? Já. Þetta er kona. Ég er kona. Er það ekki gott?
Já, ég rosalega mikil kona. Heyrðu, ég ætlaði að kæra manninn minn. Hann fær það miklu oftar en ég. Ég meina á ekki vera samræði á þessu sviði eins og öðrum. Á desken minn? Eitthvað mjúkt, ekki feitt. Eitthvað ljóshært. Já, ég vil íslenskur lambakjöt á desken minn. Erótík. Erótík. Erattuklepp. Alþingi við Austurvöll. Thanks love. Ólafur G. Einarsson, forseti Alþingis. Er þetta ekki fulllangt gengið, Ólafur? Er þetta ekki fulllangt gengið í þá veru að gera þingið að vinsælla dagskrárefni? Nei, ég tel ekki að svo sé. Ég. Hér alfarið farið að sköpum. All right. Góður. En Ólafur, brýtur þetta ekki bága við lög? Við lög? Nei, ég tel að við hér með mjög góð lög. Það er DJ Johnson sem séu þau mál. Segðu mér, hvernig taka þingkonur þessu? Ólafur, þingkonur, hvernig taka þær þessu? Hvernig taka þingkonur þessu? Þær taka þessu bara ágætlega eða láta taka sig. Nei, þetta var svona grín bara. Þetta er ný aðferð við að bera fram sín mál, þú veist, bera fram. Og það eru aldrei fín mál. Kristín, þú ert næst á svið. Þú átt að bera fram þín mál, aldrei fín mál. 30, 60, 90, eitthvað svona. Það er frábært að þykja feikilaun fyrir fljótja minn gjögur söng sem ég raula butsöngum dálitla bú. Nógu há ef nefnirðu tölu er nánast öruggt að ég er til sölu. Allir hafa sinn prís. Jæja, borga strákar, borga. Úrslit hafa nú verið gerð kunn í samkeppni sem bæjarstjórn Egilsstaðakaupstaðar endi til ljósmynd af Lagarfljótsorminum. Guttormur Skriðdal, formaður dómnefndar. Já, það er semst að koma í ljós að ormarnir eru 3 í Lagarfljóti. 3? Já, það er nú sagða til næsta bæjar, Guttormur. Þetta er mjög athyglisvert, já. Fram til þessa hefur verið talað um 1 orm var að ræða, en ljósmyndirnar taka af öll tvímæli að ormarnir eru 3. Hér er fyrsti ormurinn, mjög athyglisverð mynd. Takt eftir íslenska fánanum í halanum. Hér er hluti af öðrum ormi og myndi sýni greinilega að hann sver sig í ætt við fiska. Mjög athyglisvert. Það er það. Nú að þessi 3. mynd af orminum ætti að lækka rostan í þeim sem hafa hlegið að okkur og haldiði fram að þetta væri tómt humbúk og grín í okkur. Já, en Guttormur með þetta. Það er ekki hvarla að okkur þess að myndi væri falsar. Nei! Segðu mér, Guttormur, var ekki heitið verðlaunum fyrir mynd af orminum? Jú, 500.000. 500.000, já. Nú hefur það komið upp á kafinu að ormarnir eru 3, Guttormur. Setti það ekki strik í reytingin? Nei, það kom í ljós að þetta var 1 og sami ljósmyndarinn, þannig að hann fær 1,5 milljón. Já, sá hefur nú aldrei stått í lukkupotinn. Já, það má segja það. Ég hafði haft hefnir þarna með mér. Konur eru menn. Halleluja! Þar á leiðandi eru menn líka konur. Halleluja! Strúta á sandana. Halleluja! Kvótinn lifi. Halleluja! Þetta með strútana er endur úr annar ályktun landóndamann átti ekkert að vera hér. Það er ekki heil brú í þessu. Halleluja! Halleluja! Ég er að pæla hvort þið komist inn maður og hvað hent út síðast. Hvað er í gangi maður? Gjörðu svo vel, herra mín, gjörðu svo vel. Gangi í bæinn. Þetta vel?
Það aldrei tekið vel á móti manni, maður. Hei, þetta bara sé hægt að strippa. Heldurðu það? Ég spyr. Ekki örugglega nótt. Ég veit ekki betur. Hvað gott að pæla, maður? Hann vanur að vera útopnu, maður. Ég hef aldrei eitt að taka þetta lag. Ekki örugglega nótt? Jú, það nótt. Það menninganótt í Reykjavík. Hopp. Hvað á að fara, strákar mínir? Vera inni. Það lyft okkur út, maður. Vera inni, strákar mínir. Hvaða læt þetta? Vera róleg. Það að byrja innleikur á langspil eftir klukkutíma. Við viljum frekar úti, maður. Já, gerðu það, maður. Hent okkur út. Strákar mínir, þið hafið gaman að þessu. Já, ok, fyrst að þið eru. Það eru með læti. Það voru ykkur hendið strax aftur. Já, nei, ég hugsi bara heim. Segjum tveir, maður. Nú segið þá tveir. Tveir. Já, ein með ykkur. Augnablik, bopp. Hvað á að fara? Mér finnst eins og okkur vant eitthvað. Já, okkur vantar eitthvað við sófann. Heyrðu, ég veit. Barn. Okkur vantar barn. Já, heyrðu, voruð þið ekki að auglýsa ættleiðingar í sjónvarpsmarkaðnum? Ættleiða? Já, það er miklu betra. Þá getur maður valið. Það verður að vera dökkhært, svo að fari vel við sófann. Nei, ekki miklu skemmtilegra að búa til bara sjálf? Sjálf? Nei, þá veit maður ekki neitt. Það getur orðið strákur, ljósherður strákur. Þetta búinn. Búinn. Ég líka. Ég sagði við hefðum átt að ætla það. Já. Heyrðu, býta aðeins. Kolbeinn Þór, ekki sitja hana. Hann fer svo illa við sófann. Já. Heimspeki okkar gengur út af það að bera góð við hina ríku. Þessi stefna flokksins fengin bestanum haf. Því enginn ætti auð fyrir fjárhannum gæti keypt sér togara. Því rétt að þeir fái fiskinn fyrir ekki neitt. Ég segi allir þeir sem vænan eiga veiðikvóta vorin eftir lækistegnar eru þeir. Þegar greiðstu byrðin vegna vaxtabóta Vex leyfist heim að græða enda og mei. Vex leyfist heim að græða meir og meir. Búbba, sérðu, sko, sniðug þessi hendi. Nú þarf ég ekki að vakna alltaf með blóðlausan handlegginn hverju morgni. Óli minn, Já, það er ykkur út í garði. sérðu, hann heldur alveg bylgjunni fastri, sjáðu. Já. Óli minn, Já. ég heyri einhvern umgang. Æ, það er bara einhverja skítlegar fyllibittur á leiðinni heim. Nú get ég látið hendur standa fram á ermum. Hó, Búbba! Það er múgur og margmenni þarna úti. Heyrðu, ég er orðinn vinsæll. Það getur ekki verið, Óli minn. Hvaða dagur er í dag? Já, manstu, ég var kosin forseti í gær. Já, halló. Ha?
Nei, ég fer ekki þannig. Víst, þú skalt fara inn. Þetta er alltof dýrt. Það er búið að borga fyrir þetta og þú verður að fara þinn. Það er aldrei inn í þessar luxuskompu. Góði, láttu ekki svona þess að vatni maður. Þvílík sóun á peningum skattgreiðandana. Þetta er þjófnaður, glæpur, skandall. Nexli. Þú að halda þig fram að kollegarinn í séu óvandaðir menn eða það? Nei. Þetta er bara skandall. Skandall? Já. Æ, góði, láttu ekki svona. Hunskast inn og njóttu mér á nefinu stendur. Já. Já, þetta... Bara bröðl. Þetta er alveg bara... ótrúlega viðbjóðslega. Svona, rosaleg sóun á peningum. Skattgreiðandana, almannafé. Mig! Peugeot-Lautrec. Hann er svo... dýr. Lala. Já, hvað má bjóða þér? Halló. Já. Má bjóða þér eitthvað? Já, ég ætla að fá bara svona kampæn, já. Og kaviar, já. Auðvitað skrifa á ríkissjóð. Hvað er þetta með? Já, takk. Bara. Og hvað á barnið að heita? Daemon Þór Daemonsson. Daemon Máni Daemonsson. Takk. Þorkell Blör Daemonsson. Blörhildur Daemonsson. Gott kvöld. Gestur okkar í kvöld er Sigurjón Jónsson sem ekki hefur verið mikið í fréttum en er þessi venjulegi maður sem þrátt fyrir allt hefur frá ýmsu að segja. Velkomin til okkar, Sigurjón. Velkomin. Já, takk ykkur fyrir. Segðu mig, Sigurjón, nú hefur þú aldrei verið í framboði og átt fyrirtæki sem aldrei hefur farið á hausinn en þú hefur sem sagt farið, hvað, þrisvar í ristilspeglum? Já, það er rétt. Þetta er svolítið merkilegt. Hvernig tilfinning er það? Já, það er nú ágæt tilfinning, þannig. Ekki er þó gott að fara í ristilspeglun? Nei, það er ekki gott. Nei. Segðu okkur svolítið frá því. Nú, þetta byrjaði nú allt saman með miklum kviðverkjum sín tíma. Já. Harðlífi, það með þessu? Já, rosalegt harðlífi. Já, sem sagt, allt bara setið fast. Já, gjörsamlega. Hvað hugsaðurðu á meðan? Já, það er nú svo margt sem flýgur í gegnum hugamanns í þessu ástandi. Já, það er ekki harðlífið þar. Nei, það má kannski segja það. Hvað gerðurðu til að svona lina þjáningarnar, dreifa huganum frá hægðatræðinu og sársakanum? Nú, ég hef nú alltaf haft ákaflega gaman af músík, já, og mér dattaði mitt hug af því að þið eru með þennan frábæra píanista hérna. Jú, það var eitt lag sem gat fengið mig til þess að gleyma öllum sársauka. Já, með Beatlunum þá? Nei, það var Somewhere Over the Rainbow. Já. Fallegt lag. Já. En Sigurjón, allt í lagið. Okkur langaði að biðja þig að gera svolítið fyrir okkur. Nú? Sýn okkur hvernig þú söngst þetta lag þegar þú varst sem vestur. Nei, þarna komið nú alveg aftur að mér. Ég hef aldrei sungið opinberlega. Það er allt í lagi, það gerir ekki til. Við ætlum bara einfaldlega að biðja þig að sýna okkur stellingarnar. Þú setur í stellingarnar sem að þú vildir gera svo vel. Nú já, það ætti svo sem að vera allt í lagi að prófa.
Heill forseta vorum og fósturjörð. Heill forseta vorum, heill forseta vorum og fósturjörð. Þegar Jón Baldvin hætti í pólitík fyrst í margan að vita hvort hann fengi einhverja vinnu, enda vill enginn ráða gamlan pólitíkus í vinnu. En nú er það spurst hann hafi fengið vinnu. Hvernig fékkst þú þessa vinnu? Ég fekk hann í gegnum gamlan kunniskap. Fyrirgefðu. Sjálfstæðisflokkurinn, góðan dag. Davíð Oddsson, augnablik. Davíð minn, herra Ólafur Ragnar er á línu 1. Bam, 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 bam. Djarfir voru drengir og drifnir sementi, í fótbolta veislu fóru frá Akranesi og allir komu þeir aftur en enginn þeirra hló. Þeim fannst bara ekkert fyndið sem leitraði radíusbróðirinn, já enginn þeirra hló. Halló krakkar, ég heiti Bubbi Mortensi og ég er svona hrikalega stór og sterkur vegna þess að ég versla hér. Ég versla agúrkur og sveppi og jógurt og sé ykkur seinna. Má sjá. Heyrðu bara. 10 milljónir. 20 milljónir. Heyrðu, allt auglýsingakostnaður. Heyrðu, hvurslags eiginlega við skuldum svona mikið. Hvað eigum við að gera? Ég veit ekki hvað við... Heyrðu, býta aðeins. Já, halló? Já, Ástþór Magnússon. Já, blessaður. Óli hérna. Heyrðu, þú notaðir þarna slagorðið kaupum Bessastaði. Hérna, hefur áhuga á því eða þá? Heill og fósturjörð. Ertu að reyna að reka sjúkrahús? Stefnir í hallarekstur á næsta ári. Ef svo skaltu hafa samband við okkur hjá Heilsa og Hagræðing. Við höfum sér eftir okkur í ódýrum sjúkrahúsrekstri. Til hvers að vera að sóa fé í 3 sprautur þegar hægt að komast upp með eina frá okkur? Allir sjá þvílík Hagræðing í henni hlandvissu 4 gata þvagflösku. Þá ótalin nýja svæfingavélin. Nýja tvöfaldi niðurskurðarhnífurinn sem nýtist hvort sem til að gera sama sjúklingin upp á 2 stöðum eða 2 sjúklinga saman. Ef þú vilt laga til í rekstrinum á þínu sjúkrahúsi, skaltu hringja í okkur. Við hjá Heilsa og Hagræðing hjálpum þér við að skera bæði upp og niður. Að forsetinn sé að skipta sér af vegamálum, það út í hött. Það jafn fáránlegt og ef að symfónían tæki upp á því að fara að flytja lög eftir mig. Já, Heimir Stensson. Jú, sámun vera maðurinn. Já, Jón Ófalsson hérna, hvað viltu fá fyrir útvarpið? Spurt viðtæki, ég skal gefa þér samband við söludeild. Já, nei, útvarpið, ríkisútvarpið. Hvað segir 370 milljónir á borðið? Ríflega þykir mér boðið. Jú, þetta prýðisborð, þrungið sögu, en 370 milljónir þykir mér fullhátt. En ég læt þá bara stólinn fylgja með. That's a deal! Blessaður kallinn. Yes. Já, hérna.
Heill vorum á fósturjörð. Heill vorum á fósturjörð. Heill vorum á fósturjörð, Ísland lifi, húrra, húrra, húrra. Húrra. Jæja, hvað ætlar að sína okkur í kvöld, Jói? Benni, líf þitt mun taka stórkostlegum breytingu hér í kvöld. Nú? Já, sjáðu hér, þetta er draumaprinsinn. Allt sem þú þarft í eldhúsið í einu litlu handhægu tæki. Vá! Já, ég vissu yfir hissa. En sjáðu hér, verður stundum þreyttur á að skera agúrkur. Það gjörsamlega fer með mig. Já, en draumaprinsinn leysir vandann. Vá! Já. Þetta er ótrúlegt. En ég þarf að veðja við þig, hún getur ekki skralt kartöflur. Viltu koma í kapp? Jep. Nú, þú setur einfallega kartöfluna hérna inn í draumaprinsinn. Já. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Tilbúinn? Ég er tilbúinn. Þú ert búinn að segja þetta. Hei, þú ert búinn að skræla. Ég sagði að þú yrðir hissa. Já, ég meina þú sagðir aldrei hvenær ég ætti að byrja. Benni, þú ert alltaf tapsár. Tapsár? Allt í lagi, sýndu okkur meira. Viljið fá meira? Já! Já, sýndu okkur meira. Það ótrúlega er að meira sé að smáa grænmeti sem getur verið svo erfitt að sneiða smátt og fallega. Láttu mig þekkja það. Já, meira sé að sveppina getur þú sneitt svo smátt og fallega að meira sé að þú hefur aldrei séð annað eins. Jói. Já? Jói. Já. Já, nei, það er ekki neitt. Takk fyrir. Það var einu sinni biskup og hann hét Óli skú, Óli skú, 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 Óli, Óli, Óli skú. Það eina sem hann átti var kærleikur og trú, 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 bara kærleikur og trú. Svo kom þar einhver kona og hún hét Pálína, Pálína, Pála, Pálína, og kærðan fyrir að hann vildi bara frelsana, frelsana, vildi bara frelsana. Og svo kom sér að flóki sem flækti allt í hnút, allt í hnút, já, hann flækti allt í hnút. Og til að leysa hnútinn var flóki sendur út, hann var þegar sendur út. En mjólkirkjan er plantlaus á markaðssetningar, já, á markaðssetningar. Við setjum verður kærleikinn í réttar pakningar, neistu vænar pakningar. Kærleikur, von og trú í þægilegum neytendapakningu. Ein pilla eða skeið á mótni og þú finnur muninn. Fæst aðeins hjá Þjóðkirkjunni. Þegar Jón Baldvin hætti í pólitík fyrst í margan að vita hvort hann fengi einhverja vinnu, enda vill enginn ráða gamla pólitíkus í vinnu. En nú hefur það spurt hann hafi fengið vinnu og það alla leið suður í Luxemburg. Jæja Jón, í hverju fælst þessi nýja vinna? Ekki trufla. Ég er við messu. Fyrirgefðu, ég held þú værir að vinna. Já, ég er það líka. Ég er að vinna. Í hverju fælst þessi nýja vinna? Ég er sóknarbarn séra Flóka. Er það vinna? Já, það er reyndar skítavinna en samt vinna. Ég er alveg hættur að ansa í GSM-in eftir að hann fekk sett hljóðlausan með titrara. Ertu til í að slökkva á símanum svo við getum haldið áfram með fundinn? GSM með titrara. Tvöföld ánægja í einu tæki. Halló!
Halló, á Akureyri? Hæ? Já, er það skrifstofu barnahátíðarinnar á Akureyri? Barnahátíðar? Já, er ekki barnahátíð hjá ykkur þarna Verslunarmannahelgina? Nei, þú er eitthvað miskilvægt þetta, Grimmið. Heyrðu, ég þarf svo að ná hérna dóttur mína. Já, sko, þetta er ekki barnahátíð. Þetta er barhátíð. Barhátíð? Já, sko, það slættist inn smá svona prentvilla inn á plakatið, en krakkarnir skemmtu sér æðislega vel. Er það ekki, krakkar? Já, heyrðu það? Heyrðu, ég hef ekkert heyrt í henni dóttur minni, ég þyrfti svo að fá að tala við hana. Já, hvað heitir hún? Sigurdís, hvað er Dísa? Ertu mammuna Dísu? Já. Rosalóttu fallega dóttir, hún er alveg æðiskengin. Takk. Gætirðu náð í hana fyrir mig? Já, byrju, Dísa skvísa! Vaknaðu mamma henni í síman. Heyrðu, heldur það að vera lagt sig aðeins greið? Lagt sig? Já. Hábjartan daginn, heyrðu, hvað er eiginlega að gerast þarna? Við verum bara að reyna að koma krakkunum inn í vínmenninguna. Það er betra að gera þetta undir handleiðslu fullorðin heldur en að vera að fikta við þetta svona eitthvað sjálf, finnst þið það ekki? Ok, bæ! Heyrðu, áttu þú ekki eftir að læra að æla? Jú! Já, komdu. Ok, sko, stendur svona og svo bara... Já, út með það. Kemur ekkert? Ok, drekkt aðeins meira. Rikki! Þessi dans er Davíð mjög skapi, enda hannaður til að fyrra flokkinn tapi. Ég fæ samt ekki minn skapi, forustu sveipa konur ekki að vera. Þeir makka og hlakka við hvað þeir hafa margt umfram okkur til að bera. Ráðamenn róknir á rauðu teppisbelli, hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega telli. Alvestu fjandmenn þó því þið segir framan, þeir makka saman. Hafðu engar áhyggjur af flokknum, þessum flokki sem hér þjóð vaki. Ég vil hann ekki, þola hann ekki, hann er ekki til neins og ég Hvað ætti ég svo sem að gera? Ég rakst á flokkin í heild sinni í símaklefa með vinur sínum úr alþýðuflokknum sem voru svo sæteri Ráðamenn róknir á rauðu teppisbelli, hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega telli. Alvestu fjandmenn þó því þið segir framan, þeir makka saman. Makka saman, makka saman, makka saman. Heilbrigðismál valda heilsu minni tjóni, meðan lífi er haldið í hverju medaljóni. Ég lafi, þó ég hafi fengið nóg að velta skíkardjópi hér á fróni. Ráðamenn róknir á rauðu teppisbelli, hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega telli. Alvestu fjandmenn þó því þið segir framan, þeir makka saman. Ráðamenn róknir á rauðu teppisbelli, hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega telli. Alvestu fjandmenn þó því þið segir framan, þeir makka saman. Þetta getur ekki